í ferðalagið. Já, komið sæl. Við erum nú í hlýjum loftmassa og hitatölurnar komast upp í 16 gráður í Húsavík í dag og við komum nú áfram til með að verða í þessu hlýja lofti svona megnið á næsta sólarhring en annað kvöld að þá fer nú kaldara loft sem kemur hérna yfir landið og þá fara nú hitatölur lækkandi og síðan verðum við í þessu svona svalara lofti svona í framhaldinu og á annan í páskum á jafnvel búast við því að einhverjar hitatölur fari að detta niður fyrir núllið. En við skulum líta á yfirlitsskortið að þá höfum við lagð hérna á Grænlandshafi sem að senda til okkar svona skilakerfin hvert að fætur öðru og það eru skil sem fara yfir landið á morgun með talsverðri rigningu bæði sunnan og vestanvert landið. Síðan á laugardaginn þá snýst vindur svona í ákveðnari suðvestanátt og við fáum reyndar aðra gusu þá yfir vestanvert landið og síðan á páskadaga þá ætlar nú þessi lægð að fara svona hugsa sér til hreyfings og fer hérna suður á Atlantshafið en hérna það myndast lítil lægð hérna í þessu róti öllu saman og þessi litla lægð hún kemur til með að fara yfir landið á páskadag og valda þá einhverju úrkomu mjög víða. En í fyrramálið þá verður þessi svona skilin svona byrjuð að komin hérna upp á suðurströndinni þá verður nú byrjað að rigna hérna landið sunnanvert en annars verður svona almennt skýjað á landinu og í svona sunnanátt og frekar hlýju veðri en síðan svona hádegið að þá verður nú skilin komin hérna inn á sunnan og vestanvert landið þannig að verður nú talsvert rigning bæði sunnan og vestanlands. Norðaustan til aftur á móti gert ráð fyrir að það verði þurrt en það verður nú væntanlega svona frekar þungt yfir og það verður áfram hlýtt hérna fyrir norðan og síðan á kvöldið svona 6-leytið þá er nú gert ráð fyrir að þessi skil verði svona farin að leysast öll upp og sólin fari þá væntanlega að skína hérna bæði norðanvert landið og einnig hérna eitthvað á Vesturlandi. Nú síðan á laugardaginn að þá fer vindur að snúa sér til ákveðnar suðvestanáttar og gæti nú orðið einhver strekkingur hérna á Suðvesturlandi og þetta þýðir það að hitatölur mun nú svona fara lækkandi og væntanlega sjáum við ekki tveggjast af hitatölur á laugardaginum og það má nú gera ráð fyrir því að það verði svona talsverð úrkomu hérna bæði sunnan og vestan til en norðaustan til aftur á móti gert ráð fyrir því að það verði nú bara nokkuð bjart. Nú síðan á páskadaga þá verður þessi lægð, svona þessi litla lægð sem verður að myndast þarna, hún verður svona að fara að nálgast landið og það verður þá væntanlega að fara að rigna hérna sunnanvert landið og áttin orðin svona nokkuð austlæg. Síðan mun þessi lægð væntanlega að fara hérna yfir landið og á aðfaranótt mánudagsins og þá mun nú væntanlega rigna hérna einkum landið austanvert. Og síðan á annan í páskum gert ráð fyrir því að við verðum svona inn í lægðin sjálf verður nú svona búin að eyðast en við verðum svona inn í þessum miðju lægðadrægi og áttin verður nokkuð breytileg fyrir vestan lægðamiðjuna verður norðanátt og hérna austan til verður sunnanátt en hitatölur þær verður nú svona á niðurleið og einhverjar frostelur gæti sést og líka gæti nú einhver snjókorn fallið. En ef við lítum aðeins til Evrópu að þá nú hæðin hérna ríkjandi yfir Skandinavíu enn sem fyrr og því fínasta veður þar og einnig hérna á Bretlandseyjum og þegar við komum hérna niður á Balkanskagann þá nú farið að létta talsvert til einhverjar skúringleiðingar hérna við Svartahafið en á Ítalíu fínasti dagur heiðskýrt og 22 stiga hiti í Róm og síðan ef við förum á Íberíuskaganum þá nú áfram rigning hérna á talsvert mikil rigning á Spáni en nú svona byrjað að létta aðeins til í Portúgal og síðan nú hið fínasta veður í Frakklandi. Ef við lítum vestur haf þá svona mikið skilakerfi sem liggur hérna með austurströndinni og gert ráð fyrir þrumum og eldingum en aftur á móti vestan við hana háþrýstisvæði ríkjandi og vesturströndina sól og blíða. En hjá okkur á morgun sem sagt skil sem að fara yfir landið með talsverðri rigningu sunnan og vestanvert landið en á norðurausturlandi ætti nú að verða nokkuð þurrt
og síðan þegar líður á daginn eftir nú að fara að létta til einhver fyrir norðan. Við skulum segja þetta gott að veðri í kvöld. Verið sæl.